5, 4, 3, 2, 1. Já, verið velkomin í aðra umferð almenna bikarsins þar sem Djöflar Drangsnes eru að mæta Musteri Stykkishólms. Ég heiti Ólafur Haukur og a.k.a. Strandaglópi og spila fyrir Höfðingja Búðardals. Já, blessu og sæl, ég heiti Ingólfur, a.k.a. Íló og spila líka fyrir Höfðingja Búðardals. Og nú langar mig að spyrja þig, Óli. Þú ert aðeins búinn að vera að rannsaka hvernig stemmingin er hann í neðri deildinni. Hvað geturðu sagt mér um þessi lið? Sko, við sjáum náttúrulega eins og í síðustu umferð að þá áttust Musteri við hefnd og þeir áttu í lægri hlut þar sem Musteri tapaði þeim leik 3-0 og sendi þá beinustu leið í annað sæti. Áttunda segi ég, afsaka þetta. En Djöflar áttu við Djákna og þurftu einnig að sætta sig við 3-1 tap sem myndir Djöfla í 7. sæti neðri deildar. Það er því deginum ljósar í dag, Ingo, að við erum að fara að sjá svakalegan leik og barist verður eins og hungruð ljón. Því að þú tapar leik, það getur kostað mikið, sérstaklega ef þú nærið ekki mappi því að vinna mapp er fáránlega mikilvægt, þannig safnast stigin, náttúrulega. Nákvæmlega, þú var stig fyrir hvert mapp sem þú vinnur í rauninni. Akkurat. Ég held að þetta verði. Í rauninni, sko, að ef að þú tapar leik 3-2, það er alveg stórt, myndi ég segja. Já, þú fær náttúrulega 2 stig. Algjörlega. Það er frekar insane. Það er þannig, sko. Já, ég segi að við förum í byrjunarlið. Okay. Hjá Djöflum er Sakila og Asetja á tank, Himmi og Superbia á DPS, Narhún og Ragnarok er á supportinu. Hljómar vel. En í byrjunarlið Musteris, þar eru menn eins og Haffi og Skaufur á tank. Á DPS eru Snella og Aron. Og svo á support eru það Twin Tail Fox og Reyrim. God damn, þetta er rosalegur roster. Orðið á götunni er svolítið þannig að Aron sé búinn að vera að grænda ladderinn undanfarna daga og sé alveg orðinn svakalega heitur á hitskandarólinu. Það? Ég meina, þetta er bara það sem ég heyri, skilur, fuglinn getur verið að segja eitthvað, en það þýðir ekki sér rétt. En ég ætla henni full að trúa því. Já, ég veit það ekki. Ég held að þetta verði rosalegur leikur og ég held að verði spennandi að sjá hvaða komp þessi lið muni vera að rokka, sko. Ég hef heyrt Musteri að þetta sé mjög flexible lið sem getur spilað mikið af hitjum. Maður hefur verið að sjá Ball og Sigma og með einhverju spammi, sko. Þannig að ég held að þetta verði mjög áhugavert að sjá hvað er að rokka, sko. Algjörlega. Fyrsta mapp er Nepal, svolítið skrítið mapp í my opinion. Þetta er svona King of the Hill mapp, þú ert að berjast um 1 punkt. Ég veit það ekki, sko, þú veist. Það er líka þannig að á King of the Hill mappum getur þú spilað
frekar mörg komp, skilur. Það er Já. hérna, þú veist, það þarf ekki að spila eitthvað eitt besta kompið þar, skilur. Þú getur verið að, þú veist, það eru mörg góð kompos til þess að countera hitt kompið og svona. Nákvæmlega. Ég get allan ekki beðið eftir að sjá hvernig liðin stilla sér upp. Já, ég er sammála. Og nú er ég spenntur að sjá, er Aron að fara að poppa off í dag, eins og orðið á götunni segir? Það alltaf bara kemur allir ljós og ég er bara jafn spenntur að þú. Já, ég hef líka heyrt að djöflarnir, þeir séu mjög þægilegir á Rhine-Sariðinni. Þannig að Já. getur vel verið að við sjáum þetta klassíska Rush kom út, sem er mikið í tísku í dag. Algjörlega, við sjáum að í leikjum sem við erum að spila þá er Rush næstum því eingöngu spilað. Já, einmitt. Þú ert mikill Rhine-Sariu maður, hef ég heyrt, eða ekki Ingo? Jú, Garðið fara á Sariun í season 1. Já, einmitt. Það er til einn góð klippa sem að við unnum teamfight á móti Böðlum eða landsliðinu, þar sem að þú nærið einhverjum 5 mönnum í grafið. Já, það er frægt. Ég hef lifað á þeirri klippu lengi, sko. Það er örugglega mitt stoltasta moment í mínum Overwatch-ferli. Sennilega. Ég kem upp á killfeedið þarna á Luciónu minn. Ég er beint á félagskarana, skilur. Það er vel gert, já. Sækjum vinnur, þá getur þú hent þessu inn. Algjörlega. Mér sýnist við vera ready að byrja, eða ekki. Þá erum við bara sultuslagir. Við höfum allan tíman í heiminum, eða ekki? Nákvæmlega. Ég er ekkert stressaður yfir þessu. Þetta verður eitthvað, maður. Ég er gríðarlega spenntur, ég verð bara að fá að segja það. Akkurat. Náttúrulega sigur bara, getur fleytt fáránlega hátt upp töfluna, sérstaklega. Þetta er alltaf svona í byrjun tímabils, þú veist, það er lítið á milli toppliðsins og lið sem eru í neðri helmingnum. Já. Og ég meina, þú veist, skilur, eftir 2 tapleiki eftir tapleiki í fyrstu umferð þá hlýtur að koma inn alveg brjálæður í leikjum. Það er algjörlega þannig. Þessi lið er að mæta brjálæð til leiks. Djöflar reynda með 1 stig, en ég efast að þeir séu sattir með bara 1 stig. Ég vona að við séum að sjá spennandi og jafnan leik, sko. Algjörlega. Þetta er líklegast eins og ég kalla í fótboltanum, ég kem úr fótboltanum, mikill fótboltamaður. Þetta er eins og ég kalla 60 leikur, sko. Ef þú tekur hennar leik 3-0, Það hefur heyrt áður, já. Ef þú tekur hennar leik 3-0 þá ertu bara að skilja hitt liðið eftir bara í rykinu, sko. Þú ert bara að bauna upp á toppinn, sko. Akkurat. Þannig að ég veit ekki. Það er mikið undir í þessum leik, við getum sagt það, sko. Það er alveg ljóst. Það er bara deginu ljósara. Það er svolítið svoleiðis. Ok. Jæja, nú er leiðin í þetta. Ég er svo spenntur. Já, ég líka. Frumraun okkar í Caster-senunni, ég hef ekki verið spenntari, held ég. Nei, þetta er bara rosalegt. Sjáum hvað gerist hérna. Þegar ég er ennþá gríðarlega spenntur yfir hvað komp verður spilað hér. Algjörlega. Við erum mætt á Nepal. Veistu hvað Nepal er, Ingo? Það er í Tíbet. Algjörlega. Eða það ekki annars, ég er ekki alveg klárað, ég veit bara að Við erum að tala hluti sem við hefum ekki verið að tala um. Nei, Best að taka það fram, við vitum ekki neitt. En það er alltaf lagi. Við hefum ástríðu fyrir leiknum og það sýnir sig. Herru, við erum komið með uppstillinguna á liðunum. Byrjum á djöflum, Ingo, hvað sérðu þar? Þetta er eins og ég var búinn að búast við, þetta er Rhine-Saria. Þeir eru að spila double hitscan, Ashe, McCree, síðan Mercy, Ana. Þessi Mercy verður líklegast á Ashe-inni svolítið og síðan spila hinnir 4 sem unit. Þetta verður spennandi. Herðu, og Musteri byrja með Sim Teleporter og breyta síðan yfir í Tracer til þess að fá advantage á highgroundið. Þetta er big brain. Jæja, þeir eru að spila Sariu bolta. Það getur orðið fáránlega sterkt ef það er spilað rétt. Einmitt. Við sjáum hér. Aron er komin í baklínu og hann nær S. Þetta er fáránlega gott pick. Þetta er eins og þú sagðir. Hann er búinn að vera að grænda ladderinn. Og Mercy fellur. Þetta er að líta vel út fyrir Musteri. Aron nær önunni líka, þetta lítur mjög vel út. Þetta sér maður, Ingo, þegar liðið með Senn í liði eins og þarna, þeir eru með Senn og Mercy.
Þetta er ekkert mestu healin, fattaru. Nei, en En- þeir eru að spila hratt komp. Algjörlega, og ef að boltinn nær góðu pældrafi og það, og Senni nær Discordi á einhvern svaka target, Já, þá er það- bara honum er eftirmálinn bara auðveld, eitt- sko. Hann er með bara 1 úr leiknum, það er ekkert flóknar en það. Þeir skipta úr Sarjun yfir á Hog. Já, það eru breytingar. Gott skot hjá hann, super BF. Þeir eru hérna að reyna að stilla sér upp, gera allu á punktinum. Það er mjög erfitt að gera retake hérna. Algjörlega. Hér falla... Og skjöldunars ræn búinn. Það hlýtur að vera bara regroup eins fljótt að þeir geta. Aron er að reyna að eldast í Mercyina. Aron er í bakklínunni. Hann kemst út. Þetta er það sem ég elska. Þú ert... Hægt pinn hjá honum að setja eða Akedia. Ég veit ekki alveg hvernig að bera þetta fram. Flott nafn samt. Já, mjög flott nafn. Herru, bolti er með ulti sitt. Herðu. Þetta er bara svakalega vel spilað á misteri maður. Þeir eru ekkert að láta neitt á sig að hafa hérna. Það er skaufur fellur. En annars verða... og snella fenn niður líka, en þetta er náttúr bara clean up. Þetta er gríðarlega vel spilað á misteri. Það er spilað hvort þið breytir kompin eitthvað. Þeir eru eitthvað að dóla sér í spáninu hérna. Já. Greinilega mikilvæg orð sem er að eiga sér stað hér. Já, ég vil sjá Lucian kemur út. Musteri vann að fæta með því að nota einungis 1 ult. Dragon Strike hjá honum Hanzo. Þeir eiga inni sprengjur hjá Bolta, Pulse Bomb hjá Tracer og Valkinn alltaf. Valkið, og þeir poppa Valkinn núna. Og þeir kappa point draugar, ég ánægði með þetta. Nú eru þeir með stjórnunum. Mines fara niður á punkti. Og Snellfox er búinn að rífa pistolina. Þetta er stórhættulegt. Það er að gerast hérna. Þá kemur grafið. Ná þeir að fylgja eftir. Já, mér sýnist það. Þetta er loka bardagi. Það er ekki alveg nóg. Þetta er mjög vel spilað hjá þeim. Svo ég er transinni líka. Þetta er alveg bara... Musteri vinna þetta round örugglega. Virkilega vel spilað. Þetta var bara... Mér fannst Djöflar ekki sjá til sólar í þessu roundi, en það er mikilvægt að missa ekki trúna, vera sterkir upp með hausinn og finna leiðir til að finna einhverja hólur í brynju Musteris. Algjörlega. Nú erum við komin á Nepal Shrine og þar getur verið mjög erfitt að ná pointinu ef þú nærði ekki í byrjun, það er að segja. Já, einmitt. Mér sýnist Musteri alltaf að halda sig við sitt komp. En það gekk bara fáralega vel. Já, þeir eru konum með Symmetruna samt í stað Tracer. Já. Já, kannski Symmetri TP-in út. Já, ég held að gera það eins og gerði það á hann. Það er bara virkilega sniðugt. Þeir eru að spila... Já, Djöflar eru að spila Sigma Rhine, þannig að það komið svolítið mikið af skjöldum inn í þetta. Reaper, Kree og Brig Mercy. Það verður spennandi að sjá. Djöflar byrja að fæta hérna og þeir ná stóru pikki á Hanzo og þeir bakka út. Það er mikið pressa frá þessum 2 skjöldum og Reaperinn fyrir aftan á, sko. Nú slammar boltinn niður. Enginn til að fylgja eftir. Tracerinn er að vera pirrandi fluga í baklæninu en hún fellur. Og þetta var flottur teamfight. Sjáum Haffa vera hérna oft mikið að komast bakvið og pota henni sér og pældrafa inn í liðið. Já. Þú sérð að Djöflar verða eiginlega að halda sér voðalega þéttum til þess að fá næsta heali frá Brig. Einmitt. Þetta er líka, það er mjög erfitt að bara labba í gegnum Sigma og Rhine skjöld og 4 aðri gæðar að skjóta á þig fyrir aftan það, sko. Algjörlega. Mér sýnist hér, já. Þeir eru að skipta komp. Hvað er að fara að gerast? Þeir eru komnir á Rhine Sarju. Já, og það er Rhine Sarjan. Sýnist þetta verða svolítið mikið brawl núna á pointinu. Já, þetta er einhver svona variation af rush-kompinu sem við hefum verið að sjá mikið í efri deildinni sérstaklega. Nefnum að nú er Moira Reaper, en það má alveg spila þetta svona. Rhine eitthvað aðeins að flækist fyrir á hængröndinu. Nú eru komnir þetta saman. Sakila hálnaður í ultið sitt, það getur risastórt ef þeir haldið sér þetta saman. Já, en þú sér það, Musteri er ekki með mikið öldum til að vinna með, en sjáum hvort þeir ná þessu hérna. Það er allt farið í gangi hérna. Þvílíkt pinn hjá Skaufi. Þeir skipta playerum hægri vinstri, stórt shatter frá Akedia.
þeir falla. Eftir trade, en það virðist sem að Kree Djöflar halda við punktum. Þetta bara virkilega vel spilað. Enn og aftur er ekki mikið ults hjá Mystery. Þeir eru nálægt high noon en það eiginlega það eina sem þeir hafa til að vinna með akkurat núna. En á móti styttist í Flux hjá Djöflum. Þeir eru með high noon og síðan Reaper von bráðar, þannig að sjáum hvað gerist hérna. Koma þeir inn. Út kemur high noon. Vinstri nær engum, Mercy og Kree falla. Rænum fellur hjá Mystery. Risastórt Reaper út, þetta hlýtur að sigla. Þetta sér maður ekki oft. Þetta er clean up og Flux á Kree-inn. Og high nooni kemur. Þetta er rosalegt, við erum með leik á höndum okkar. Það er 1-1. It's game on, myndi maður segja. Frekar pirrandi fyrir Snellu, en hún var mjög nálægt í að fá Reaper-ulti sem getur verið svakalega gott þegar það er svona mikið að gerast á litlum punkti. Nákvæmlega, sérstaklega þeir eru svona þéttir saman, sko. Þá er loka mappið. Og hérna er bara winner takes all, sko. Það er allt eða ekkert dugað að drepast. Þetta er persónulega mitt minnst uppáhaldsmapp af Nepal mappunum því að það er ekkert eðlilega þreytt að vera búpaður ofan í Gate of Doom eins og maður kallar það. Já, ég þekki það einum og vel. Og ég er sammála. Er að gera Swiss að setja að stíga í fótspor Haffa með að spila ból því það er mikið value á ból ef þú getur náð búbunum. Það var tilraun til að búpa hans svo niður, gekk ekki hjá Arcadia. Það er bólbardagi á pointi en þetta er mikið pók bara núna. Þeir eru að stjórna hérna svæðum. Haffi á bólunum er á punt. Djöflar að taka vola mikið damage, þannig kemur pæltir af inn. Haffi eins og sér komin hálfnaður með ultserti sitt. Það náttúrulega þetta er stórt stikk á Mercy frá Snellu. En fellur Hreirim og Djöflar ná punktinum en það er ennþá séns fyrir Mystery hérna. Þetta er jafnt eins og staðinu núna held ég. Þetta er frábær húk en Ball svarar sem með búpið. Þetta er trade ársins eins og maður kallar. Ég held Mystery verður að bakka, kemst Mercy út. Þetta er regroup á Mystery. Djöflar taka fyrsta punktinn og er á hlaðinn prósentum. Algjörlega, en við sjáum að Mystery eru nær últón sínum fyrir utan það náttúrulega að Ragnarök er komið með nanoboost. Spurning hvað hann gerir við það? Er hann nano á boltan eða fyrst eða hvað er á frá að sjá? Ég væri til í að sjá nano Doomfistinn. Freyr með gott skot þarna með næstíman nano. Ég væri til í að sjá nano Doomfistinn. Fara bara á senn. Það er ekkert hræðilegar en að þegar nano Doomfist kemur á þig. Þú þekki það á senninni. Ég þekki að góðri reynsli. Snellega komið Dragon Strike, hvað gerir við það? Hann er að díla allavega á voðalega mikið damage. Nú sjáum við... Kemur um pældræf. Það er hann að mæna bíldinn, hann gerir það. Mæn var út, þegar Nano er ótak, hann er inn í mæns og hann fellur. Þetta var óhefilegt, heyrðu, sprengjunar Þeir eru að henda sér í sprengjunar á punti. Haffi með risastórt 3K. Heyrðu, Rotok er SR. Náður að snúa sig við, það kemur út Trans frá Hreirim. Bob kemur inn á punt til að líklegast tefja þetta. Hreirim fellur. Gullega, Haffi heldur áfram að ná inn final blows. Arcadia er í erfiðri stöðu. Þetta er rosalegt. Djöflar halda punktinum, þetta var gríðarlega vel gert. Þetta leit illa út fyrir það tímabili. Nú er Mystery með svakalegt win condition. Þeir eru með Graf og Dragon Strike. Hvað munur gera við það? Það er eitt sterkast. Það verður ekki notað af því að Snella hendi drekanum sínum út. Og hann er tekinn út af Superbia. Útkoma Mines. Þau eru að loka hérna leiðin á punktinn. Það þarf einhver að snerta. Twin Tail Fox gerir það. Graf kemur inn nær engum. Og skaufur. Superbia eftir hann. Þetta er clean up hérna. Haffi sofandi. Twin Tail Fox eru niður. Aron reynir að snerta pún. Recallar út. Snella reynir að snerta. Hún skýtur í nörfum. Aron fellur á pún. Þetta, mér sýnist Djöflar vera að sigla þessu heim. Sigla inn fyrsta mappinu. Frábælega að spila eftir erfitt fyrsta round. Þá bara sýnir hvað
að missa ekki hausinn eftir svona ránd, skilju, það er bara... Nákvæmlega, þetta er það sem ég sagði, bara hausinn upp, halda áfram og finna leiðir til að bara vinna bug á andstæðingunum. Þetta var rosalegt mapp. Ég er ánægður með þetta virðist vera jafn leikur. Sjáum hérna Play the Game, Stórsgraf. Þarna leit allt helviti vel út fyrir Mystery, maður. Já. En það sýnir manni hversu mikil áhrif Doomfist getur haft þegar það er svona point press og lítið verið að pressa á hann þar að segja, skilju. Já, einmitt. Þetta var virkilega vel spilað, sko. Og ég er líka ánægður með hvað bæði lið, sko, fóru og breyttu kompónum sínum til að bregðast við kompið andstæðingsins. Þeir voru greinilega að hugsa eitthvað út í þetta, hvað getur farið betur. Sko, það sem gerist núna er að við munum fara næst í hybrid map og Mystery mun velja hvaða hybrid map það er vegna þess að þeir töpuðu fyrsta mappinu og síðan velja döblar hvort þeir byrja að takka eða defenda. Þannig að það verður spennandi að sjá hvaða mapp verður valið. Það eru mörg skemmtilega hybrid map í leiknum. Hvað myndirðu segja að vera uppáhalds hybrid mappið þitt? Ég var að fara að spyrja þig. Við segjum bara báðir. Ég var að segja það á 3. Ég segi 1, 2 og við segjum það. Ég held að séum við saman svar. Ok, ég til það. Eins og mögulega margir kannski í chatinu. Ég segi 1, 2 og svo segi ég, ok. Ok. 1, 2 og Kings Row. Það er bara eitthvað svo klassískt. Það er uppáhalds hybrid mappið ykkar. Já, við viljum fá að vita það. Smá interaction, til ég það. Já, Kings Row, mér bara einhvern veginn Já, algjörlega. Það er bara eitthvað við þetta mapp. Já, ég veit ekki, það er bara, ég fæ alltaf bara lítið hjarta þegar ég fer á Kings Row. Nákvæmlega. Raunin skiptir ekki máli, þú sér alveg rólaður að einhverju hinni leiðinni, það er bara... Ég var bara ánægður að ég fekk að spila Kings Row, sko. Algjörlega. En, já, eins og ég segi, ég verður samt að spennandi að sjá hvaða mapp mun vera valið. Algjörlega, það er náttúrulega... Já, sorry. Nei, segð þú mér. Ég var ekki alveg hvað það að segja. Það er alltaf lagi. Já, við recoverum fljótt. Ég ætla að segja að mér finnst mjög líklegt að Kings Row verði fyrir valinu. Ég verð bara að segja það. Þetta er alltaf í öllum okkar skrimmum og æfingum og meira segja keppnisleikum er eiginlega alltaf valið Kings Row á eftir þessu King of the Hill mappi. Já, það er alltaf þannig. Það er alltaf þannig. En það verður spennandi að sjá. Sko, ég myndi velja að vera rólaður í Kings Row. Bara full holdaður og bara allt, skilur. Í staðins að spila Assault eða 2CP. Veit ég hvað það er. Í dag ég spilaði 4 leiki og lenti 2 á Volskaya. Mér finnst það ekkert eðlilega þreytt, sko. Það er rough, en ég verð að segja að ég er örugglega með 100% vinnrate á Volskaya á ladder. Ég vinn alla leiki sem ég tek á því mappi. Það er bara fakt, ég geti fakt checka það. Frægt moment þegar Ingólfur mætti Holyworld, frægum streamer á Volskaya og Ingo var að spila Sigma og hann var alveg bara poppandi off eins og brjálæðingur. Svo talaðum að Holyworld hafði hætti leiknum út af þessu. Já, það er rétt, sérstaklega á Volskaya, sko. Það er þannig, sko. Hún er orðin Apex Legends streamer núna. Hún hætti í Overwatch eftir hennan leik. Þannig að, já, það var gott moment. Það var örugglega eitt af mínum betri. Við erum klár í map 2 og það er gaman að segja frá því að það var ekki Kings Row sem var valið, það er Iconval. Hvað segirðu þetta? Hvað finnst mér þetta? Það er náttúrulega hellingur af sko, Iconval er mjög fyndið map. Getur mjög gaman að spila, en einnig mjög erfitt, skilur. Ef að liðið sem er að defenda er að spila bara svakalegt spamkomp, þá getur verið erfitt að brjóta þetta niður. Já, algjörlega, og síðan er líka gaman að segja frá því
ég veit ekki hvort það sé gaman, en hérna, þegar þú ert búinn að ná, sem sagt, hybrid map þannig að þú nærð punkti A og síðan ítir payload að endalínu mappinu, en þegar þú ert búinn að ná punkti A og ítir payloadinu og þá hérna svona kastali í miðinni. Það alveg grillað að sjá hvernig highgroundið nýtt oft í þessu, sko. Það bara svona highground sem þú getur staðið á, mjög gott fyrir hitskans að vera að spamma niður og lítið sem einhver peðarna niður á jörðinni geta gert í því, sko. Einmitt. En svo maður lærði bara leið að maður byrja í Overwatch að highgroundið svakalega mikilvægt. Já, það mjög. Ég áttum á því, ég var bara, hvað meinar gamli? Já. Þegar maður bara, ef að hinn með highgroundið, þá getur þetta verið alveg hryllingur að díla við, sko. Já, nákvæmlega. Ræðum aðeins liðið. Við sjáum að djöflar að defenda, þeir halda áfram í Rhine-saríunni. Þetta í rauninni sama kombo að byrjuðum á hann, með Himma á Ash og Mercy Boost. Áhugavert að sjá Monkey Saríu koma út frá Mystery. Einmitt. Maður sér það ekki oft spilað á þessu mappi, verð ég að segja, allavega ekki í mínum leikjum, og verður áhugavert að sjá hvernig þið nýta þennan Monkey. Þetta double bubble. Þeir eru með Farm Mercy líka. Verður að nefna að þeir eru komnir í flank. Skaufur hefur dottið út og Meisli Fox hefur komið inn. Ég hef heyrt hún sé rosaleg á förunni, en hún fellur. En hún samt rosaleg. Það getur gerst, það kemur fyrir bestu menn og konur. Hún fellur aftur, unlucky. Aron fær gott klíf á Monkeyinum. Hörru, þeir ná pikkinu. Junkratinn. Herðu, og stór neit á tankana. Aron inni, sko. Hann fellur. Shoutout á Hreyrim, þetta á geggjað heal hjá honum þarna. En þetta var kannski aðeins mikið damage að díla við, eftir að þeir eru náttúrulega með Junkratinn. Það getur verið... Já, þetta mikið spam, sko. En þeir eru grúpa bara. Það mikið potential með Monkey Saria og ef að faran ekki díla við, þá getur hún díla alveg hryllilega damage, sko. Án gríns. En sömulegis erfitt að díla við Ash þegar hann pocketið af Mercy með damage boost. Þetta alveg... maður hefur kynst því á laddarnum, sko. Algjörlega. Þetta rosalega mikið spam, en þeir hleypa þeim alveg vel inn, sko. Þeir eru bara að halda punkti, sko. Með ágætis high ground. Hún fellur og Aron fer inn til að stöðva ressið, bodyblokkar hana, nær hann pikkinn á Mercy. Já, hún lifir, þetta vel gert. Stýttist í sjóttir hjá Cydia. Út kemur Pulsebomb, hún fer á skjöldinars Rhine, sínum mér, snella fellur á treysunni. Það hefur verið að hitta skotum að þessari S, sko. Aron í backlineinu á önunni. Herðu, Hreyrim tekur Junkrat. Og Aron á Himma. Skýrst Mystery verið að snúa þessum fæti sér í vil. Út kemur Svakalegt Nano Reinhardt í shatterinn. Djöflar eru að ná að snúa fætinu við á móti. Já, algjörlega, en núna styttist í graf hjá honum Haffa, hann með 73%. Reyndar Sakila reyndar með 79%. En það alltaf fárlega gott kombo Saríu Graf og Farald. Já. Og það mjög mikilvægt að nota bubble sitt á föruna svo þeir get ekki stönnað hana eða bara jafnvel drepið hana í öldinu sínu. Himmi hann komið með Bob. Fárlegt vaðli sem getur fengið úr Bob með að setja hann á punktinn og bara stöðva kannski árásuna hjá. Og nú út kemur Nattbúst og Aron farin í backlineið á önnuna. Nær hann henni. Heyrðu, þetta svakaleg tíl sem hann að fá. Og nú kemur graf, Aron í grafinu, hann hlýtur að falla, hann gerir það. Og Bob út af punkt. Stella með frábær pulsebomb á Himma. Það var stikk. Það ennþá winnable. Hvað ætli Haffi gerir við grafið? Hann kominn þarna hjá. Þeir eru að taka. Mjög low. Stella nær Himma. En tapar lífinu gegn Superbia. Superbia er með Riptire, þannig að þá getur drepið, herðu, út kemur graf, út kemur Riptire. Þetta ótrúlegt. Þetta ótrúlegt. Narun á Mercyinni tekur út Meisli Fox í últinu. Þetta svakalegt. Þetta rosalegt. Það eru 20 sekundur eftir. Aron kemst undan með einungis snefil eftir af lífinu sínu. Engin út fyrir Mystery. En þeir eru með shatter hjá Djöflar eru með shatter. 10 sekundur eftir. Það lítið öll sem verður að vinna þetta dræ. Aron kominn inn. Himmi að reyna að ná með síni.
Út kemur Saturn, tekur Sarju niður. Sarjan lifir. Himmi er á hægrundinu alveg uncontested í raun. Nei, hvað er ég að spulla? Meisili Fox nær honum. Er þetta nóg, spyr ég, þeir eru 2 eftir hana. Hann á Sarja. Ryan gerir vel að bokka healinn. Þetta gæti verið winnable fyrir Mystery. Boltinn komur á punkt. Sarjan er low. Út kemur Valk. Sakila nær og þeir ná að full holda Mystery. Vel gert hjá djöflum. Þeir náðu einhvern veginn að countera allt sem Já, algjörlega. Mystery var að gera, sko. Algjörlega. Planið var að bara láta Monkey-in fara í backlineið, henda bubble á hann og vona að hann gæti látið pressa á meðan myndi þeir fara inn á Ryan Sarju af því að healerarnir eru að berjast við Monkey en þetta var virkilega vel spilað hjá djöflum. Þeir bara vörðust þessu fullkomlega og enda náðu þeir ekki í neinum árangri á punktunum. Stundum er þetta bara svona. Það getur verið fárlega erfitt að ná fyrsta punktinu eins og ég sagði rétt fyrir leikinn. Já, algjörlega. En það var spurning hvort að Mystery ná að halda uppi haus og verja punktinn í 4 mínútur aðeins að djöflar ná við tikk. Það er einmitt það sem ég sagði að þegar þú átt erfitt ránd þá verður þú bara hausinn upp og bara einbeita þér og það er allt hægt í Overwatch. Það er að skemmtilega við hann. Það getur allt gerst. Algjörlega. Áhugavert hvað mun gerast núna. Þeir eru að spila double shield í Mystery með Rissu og Rissa og Sigma. Mikið damage í Hanzo og McCree og Mercy og Bap. Bap getur verið fáránlega mikilvægur. Sérstaklega ef þú horfir á kompi hjá djöflum. Þeir eru að spila ákveðna version af Rush komp. Þeir eru með Reaper og Moiru. Og þetta alltaf getur komið út svakalegt damage ef að Moira nær góðum damage og speedboostið inn, sko. Já, algjörlega. Það verður gaman að sjá hvernig þetta fer hjá þeim. Algjörlega, þeir fara vinstra með punkt. Gott hold hjá Aroni. Meisili Fox í smá slæmri stöðu. En við sjáum Stella er að flanka fyrir aftan á Hanssonum. Þetta er... Meisili Fox, Twindle Fox falla, Hreyrum fellur. Aron líka, þetta er einungis Snella og Hafi eftir, en þeir falla. Þetta er sigur fyrir djöfla. Þetta var vel spilað. Risastórt. Djöflar eru komnir í 2-0. Ætli Mystery ná að rífa sig upp og henda í vinna 3. mappið og gera þetta að alvöru leik. Hefur þú heyrt reverse sweep? Algjörlega. Algjörlega, það er sem sagt þegar lið kemst í 2-0 svona og síðan kemur liðið sem er undir tilbaka og vinnur 3-2 og ég myndi ekki útiloka þann valmöguleika. Eins og ég sagði áðan, það getur allt gerst í Overwatch. Akkurat. Og meðan við vorum að tala reverse sweep það sáum við svakalegt rænplay hjá Acidia. Já, bara vel gert hjá djöflum að sigra þetta mapp. Ég meina að leikurinn er ekki búinn þó hún náður ekki pointinu hjá Mystery en þeir náðu að halda sínum gangandi og sigra þetta. Þetta var bara vel spilað. Þetta var bara gríðarlega vel spilað hjá þeim. Herru Ingo, ertu ekki með vatn við hliðina á þér eða? Auðvitað er ég með vatn við hliðina á mér. Gríns, vel gert. Við Ingo stuðlum mikið að stunda heilbrigðan lífstíl, þar sem hreyfing, svefn og mataræði skiptir gríðarlegu máli. Einmitt. Ertu sammála því? Ég bara gæti ekki verið meira sammála, sko. Þetta snýst allt að vera í góðri rútinu og þá getur verið consistent í tölvunni, sko. Það er þannig healthy body, healthy mind, healthy gamer. Ég segi þetta alltaf. Ég er að pæla að setja þetta upp á vegg eða eitthvað. Já, ég held þú þurfum að gera það. Reyndar, ef að þú ert, ég kannski fórna svefnum stundum þegar ég er að grænda ladderinn á næturnar. Það er ákveðin kósí staðar þegar maður er í óverðat skýrnum. Já. Ert bara straight up vibin, skilur. Já. Gengur upp og niður tónlist í eyrunum. Já. Ertu mikið fyrir það að spila með tónlist í eyrunum? Sko, ef ég er kannski einn að sólokjóa á grænda ladderinn og ég er kannski bara having a nice time, spila off-roll, þá hendi ég kannski einhverju chillari hip-hop tónlist í gang. Já, einmitt. Ég væri til í að fá að sjá eitthvað highlight, eitthvað tough frag movie. Það er það sem ég var.
We're back, baby. Þetta var rosalegt. Og endur nærð eins og ég myndi segja þetta. Já, Ég allavega mjög spenntur fyrir þriðja mappinu, en þú Ingo. ég það líka. Mér skilst að það sé 2CP. Algjörlega. Ekki mitt uppáhalds game mode, en mjög mikilvægt engu síður. Það má ekki gleyma að þetta game mode fyrir ástæðu og það geta margir skemmtilegir hlutir gerst á 2CP. Nákvæmlega. Ég hef eignast marga minni bestu vinum í 2CP lobby. Algjörlega og bara góða minningar segja á í 2CP leikjum, sko. En Ingo, ég er með eina spurningu og líka til ykkar chat. Hvað ykkar uppáhalds meta? Sko, ég kem frekar seint inn í Overwatch. Ég missi af Dive. Já. Ég missi af Goat. Þannig að ég hef ekkert spilað eitthvað það skemmtilegar metur, sko. Nei, skilðu. Ég ætla bara að tryggjara liðið og segja double shield af því ég er mikill Sigma maður. Já, þú gerir garðin frægan í því meta. Já, 3982 peak. Shoutout á Ingo. Shoutout á mig. Shoutout á mig. Já, þú sagðir bæði þú sagðir þú ekki mist af Goats og Dive. Það voru eiginlega mín svör. Ég reyndar spilaði, maður var kannski bara, ég var í platt og maður kannski ekkert að spila með það, skilur. Nei, true, maður já. Maður reyndi að Dive einhver 6-stacki með strákunum, gekk ekkert sérstaklega vel. Nei, við höfðingjum erum nýbúnir að læra hvernig að spila Dive almennilega, sko. Algjörlega. Goats var mjög gaman en það var erfitt að fylgjast með, það var gaman að spila það, sko. Já, true, maður hefði heyrt að Ovi-League leikirnir hefði verið svolítið sköft, sko, það var enginn að skilja hvað var í gangi, sko. Þetta er svo fast-paced. No doubt. Herðu, næsta 2CP map er Hanamura. Let's go. Hvað finnst þér Hanamura, Ingo? Hanamura, ég er ekki fan. Já, ég hef ekkert meira við það að bæta. Nei. En þú sjálfur? Hanamura já, ég veit ekki. Sko, ég held að það sé mjög skemmtilegt fyrir DPS-spilara. Það er mikið potential í þeim. Já, einmitt. Voðalega, seinna pointið getur verið fáránlega erfitt að ná. Já, algjörlega. Sömuleiðis fyrsta, skilur. Já, en seinna pointið aðeins meira. Hörru, ræðum byrjunarliðin, hvað er að tala um? Við erum að tala að Musteri eru að spila Ball-Zarya, Hans og Tracer og Mercy Sen. Þetta er kompið sem þeir eru bara þægilegir á. Þeir unnu fyrsta map á Nepal með þessu kompi. Og ég held... Já, fyrsta round afsakið. Og já. Algjörlega. Djöflar halda sér við sama kombo að spila í Engenvald, Rein, Zarya, Ash, Junkrat, Mercy og Bap. En Musteri byrjaði að sækja. Já. Og við sjáum bara hvað gerist nú. Við sjáum þetta er mjög erfitt. Þetta er þetta eina choke sem þarf að brjótast í gegnum. Nema náttúrulega Ball sem vippaði. Bæði komin í gegn. Já, þau fara í gegnum gluggann. Svona mobile karakterar geta gert þetta en... Algjörlega. Við sjáum að Ash er að halda mjög aftarlega. Þeir eru líklegast að reyna að setja upp í eitthvað synchronized dive, Ball og Tracer. Þeir vinna mjög vel saman þessar hetjur. En Tracer þarf að nota recall. Á meðan er Skaufur í chokinu með support frá healerunum. Þeir eru bara tveir inni. Rein heldur þeim einn í chokinu og meðan restin af liðinu reynir að díla við þessa Ball Tracer. Algjörlega. Þeir nota lamp á point. Nice. Og þeir missa Skauf einnig. Þetta kallar bara á regroup. Já. Ég sé samt alveg potential í þessu takki á þeim. Þeir gætu gert góða hluti ef þeir ná að svona samhæfa dæfinu sínu. Einmitt. Sjáum Haffi deep in enemy territory húpaða burt. En Haffi veit það nær honum enginn í djöflum. Hann er allt og hraður. Einmitt. Rein tekur mikið damage, allt heal að fara á hann. Við sjáum að Mercy kom með Valk hjá djöflum, styttist í glugga hjá Ragnarök. DPS-in aðeins eftir á og kemur Dreki.
Zarya fyrir niður. Góður langsamt til þess að bjarga Reinhardtinum. Og þá En er þeir eru með mikilvægt pick. að þeir leyfi ekki ressið og ná ressinu. Já, Þetta en er Aron rosalegt. lær himma með pulsbomb og svo einnig hinum DPS-um Superbia á juggletunum og þeir bara klínat upp. Það var fáránlega vel gert hjá þeim. Ja, þetta var vel gert. Jafnvel Með- þótt Mercy hafi náð að ressa Zaryu, þá skipti ekki máli af því að Mercy þarf að hætta að heala liðið sitt til að ná ressinu sko og þá fóru þau bara inn aggressive og confirmuðu killin. Þetta var virkilega vel gert. Algjörlega. Þeir gerðu aðeins að nota frekar mörg ult. Bæði DPS ultin og Mercy Walk voru notuð. Þeir eiga inni Mines hjá Wrecking Ball og Trans hjá Zenyatta. Já. Styttist í grafið, en aftur á móti er Sakila í djöflum komið með graf og þeir eiga glugga inni hjá BAP. Og það er hægt að blanda þeim tveim saman, bara grafa það og láta gluggan og það er bara gríðarlega mikið damage, það verður að segjast. Algjörlega. En þeir eru einnig komin nálagt með Bob og Superbia er komin með Riptire. Stórt pick. Þetta verður væntanlega ressað ef ég þekki Já, það en Trace er að setja press á pointið hérna, að láta fólki horfa sig og þá kemur ball inn. Þetta er Big Slam, hann notar Mines. Þau hörfa 3 af highgroundinu, Window fer út. Anna Slam. Niður fyrir Junkrat. Aron er að valda þeim alls konar vandræðum hérna, hann bara... Algjörlega. Zarya er 1 punkt. Nær Aron... Snellar er nokkuð streka líka. Þeir getið náttúrulega bara tekið Dragon. Pulsar, Aron og Rænin, það er lappinu notaður. Hreyrim dettur. Hvað er að boltið snertir punkt og nú er graf. Út kemur graf. Hún valkar í grafinu. Dreki kemur, Mercy fellur. Dreki nær Mercy. Út kemur Riptire sem tekur út Zaryuna. Bob kemur út, það eru allir að íta á Q. En djöflar virðast vera með tök á aðstæðum. Þótt að sé nú 4 enn á lífi. Himmi stór hættulegur í afturlínni, nær út Sen. Gjössalega unbothered, ekkert mál fyrir hann. Þetta kallast held ég bara á stórt regroup hjá Munsteri. Já, það held ég. 3 ult getur notuð í næsta fighting og við erum að tala um Shatter hjá djöflum. Mines hjá Haffa og Transcendence hjá Zenyatta. Himmi er þessar tekin af snellu, getur pushað inn. Þeir eru náttúrulega með respawn advantage. Já, og hérna, Musteri vantar Mercy hérna sína en hún kemur innan skams þannig að þeir getur Algjörlega, farið í ég push. Bolti pældraður, tekur mikið Og- damage. Tracer fellur. Þetta... Snella Þetta er að farma þessa graf eins og þetta sé á cooldowni, mér finnst vel að... Já, þessa drega. Þetta er eins og komst inn á án útkoma Mines á point og Asinn er í vandræðum. Þetta eru frábær lampi en Ass fellur nú á endanum og þetta virðist vera alvöru push. Shatter nær Shatter á Sen, Senin. út kemur Hann er að Trans. dansa. Þetta er vel gert. Ball og Tracer, Elbir Moirina og bolti líka, þetta lítur mjög vel út fyrir Musteri. út kemur Dreki, þeir eru að reyna að klára þetta fljótt hérna. Mercy fellur. Já. Ræn fellur og nú fara tekin að detti inn. Eitt er komið, út kemur Coalescence til að reyna að bjarga þessu hérna. Nær snellu. 2 tikk kominn. Sakila kemur út á dífunni, þetta er gott stál hjá djöflum. Og þeir ná 2 pikkum, Hreyrim og Skaufur eru teknir úr leik. Sko þetta er málið með 2CP að ef þú nærð pikkum þá er spónið þitt bókstaflega bara við hliðin á pointinu sko þannig að þú ert miklu fljótari tilbaka. Já, meðan Annars- attackinglið er með spánið sitt í Narníu einhvers staðar, bara að lappa Já. en lítið langa vegalengd. Einmitt. Þetta er nefnilega ástæðan okkur mörgum líkar ekki vel við 2CP. Algjörlega, en fyrir næsta fætt, sennilega síðasta fættin, þá erum Já. við með graf og pulsebomb. Það er spurning hvort þeir ná að kombo þessum últum saman því það er stór hættulegt. Já, algjörlega. Haffi komið Mines. Á Það er meðan- potential í þessu Ingo. Á meðan eru engin ults available fyrir djöfla nema Riptire kemur von bráðar. Það þarf að vera stórt. Himmi fellur. Skauði þarf að En passa þetta er sig að trade. Díva getur bara últið hans. Þeir ná 2 pikkum.
Aron sterkur og tekur Junkratinn. Hann á punktunum? Úff, Dívan er að tæft. snerta. Dívan er að snerta. Aron pulsbómar. Mersin við björguð eiginlega af Haffa í rauninni. Og Aron fellur. Þeir virðast vera að ná að halda pointi hér. Algjörlega. Djöflarnir. Haffi reynir að lifa sem lengst, Snella nær Himma. En þessu við bjargandi? Ég veit það ekki. Gott búp hjá Ragnarök. Svona skiljast leiðir eftir fyrsta attack. Ef ég væri musteri væri ég ekki of ósáttur. Það, eins og þú komst inn á hérna áðan, þá þetta seinna point gríðarlega erfitt. Getur verið gríðarlega erfitt að brjóta niður vörnina, sko. Þannig að ég væri ekkert alltaf ósáttur með næstum því að ná punktinum, sko. Þetta voru eitthvað 94%. Þannig að þeir, djöflar þurfa að gera betur en þetta. Til að vinna mappið. Algjörlega. Þeir ná 94,6%, það er bara vel gert, skilju. Það er ekkert að því. Decent eins og ég segi í útlandinu. Algjörlega, á meginlandinu. Á meginlandinu. Ok, núna eru djöflar að fara að takka. Þeir eru með Reaper, ætli Himmi spila ekki McCree. Þá er þetta bara sama rush comp og þeir voru með áðan. Gaman að segja frá því. Já, hvað segir Ingo? Sorry? Gaman að segja frá því að Himmi fer ekki á McCree. Hann fer á Reaperinn. Reaperinn og svo Purby var að gera gott á Junkratinu, þannig að þetta er gott value í þessu. Já. Skaufur er farin yfir á Sigma, Haffi er á boltanum, Snella er á sínum eigin Hanzo, hann er að standa sig helviti vel, verð ég að segja. Já. Og Aron og Tracer, þetta getur pikkað út eitthvað í baklinni. Aron er náttúrulega bara búinn að vera menes á þessari Tracer, sko. Hann er búinn að vera eins og lítil fluga bara fljúgandi að pirra fólki, sko. Algjörlega. Gott spil, bara sem lið. Þetta er gott rotation, sko. Taka high groundið hérna. Algjörlega. En Haffi vill trufla á, fer aðeins of átt. Núna er Skaufur í erfiðri aðstæðu og hann er tekinn út. Þeir spýta bara á Sigman. Þetta er það sem er svo magna við rösskompið. Að bara spýtin. En það býtar ekki. Snella nær headshoti á Reaperinn. En þetta er bara... Clean up crew, verð ég að segja. Já, þetta er bara allt of mikil pressa, sko. Þegar með Lucio speedboostið að bara spýta á því, sko. Þetta er eins og að láta keyra á sig með lest, sko, að verða fyrir þessu. Greiði Skaufur var þarna bara, gat ekkert gert og nema bara taka á móti lestinni í andliti, sko. Einmitt. En nú kemur að seinni punkti og það er verð ég að segja aðeins erfiðara held ég að executa þetta rush þar. En aftur á móti alveg hægt. Áhverð að segja að Snella kom með 77% af últinu sínu á Dragan. En skiptir yfir í Ash og þeir eru með hæggrundan að vinstra með þetta. Aðeins meira Snella nær Himma. Já, en út kemur Coalescence frá djöflum. Þeir treyta mikið. Já. En því miður þá vegapikkin sem defenders ná aðeins meira. Algjörlega. Sjáum en nú þurfum við já. Sjáum Aron og Snella eru bara sigur á hæggrutinu að díla með damage. Þetta er einmitt ástæðan okkur ég held hann að fara í ass. Þetta er bara svo hann verði ekki fyrir þessari lest. Hann vill bara vera lengra og reyna að skjóta í hjólinn á henni. Reyna að láta hann að stoppa einhvern veginn, sko. Algjörlega, sko. Ég er mjög ánægður með þessa samlíkingu hjá mér með lestina. Sammála. Já, ég kom með bara óvart, þetta var bara frábært, sko. Já, ég er mjög ánægður með þetta. Aron nær Superbi hérna. Þetta er sem Aron er frægur. Hann er að hræða laddirinn þessa dagana með fyrtskanninu sínum. Einmitt. Skaufur er næstu komið með Gravitic Flux sem getur verið svakalegt eins og ég sagði hann á móti svona rushkompi þar sem þeir allir eru grúpaðir saman. Já. Acidia er komið með Shutter og styttir Þeir fara main og snerta punkt. Lucioinn fellur. Junkrat fylgir eftir. Og Fluxi kemur, þeir þurfa bara að passa upp á að gefa þeim ekki tikk. Það koma mörg öll sinna, Visorinn kemur út. Algjörlega, þetta var Q eftir Q eftir Q, allir að Q-party. Q-party?
Voru þetta kannski bara musteri sem voru að kúa svona mikið? Ég held það, þeir djöflar, það styttist í 6 ults hjá þeim. Þetta var fáránlega sniðugt hjá þeim, Ingo. Þetta kallast dry push. Þú ferð inn í fight á þess að nota ult og reyna að fiska út ultin hjá hinum. Einmitt, þannig að núna þeir eru nú reyndar með 3 ults musterið. Já, og bæði support ultin. Já, það er stórt. Inn clutch með transinu sínu í þessu. En þeir þurfa að reyna að lifa af 6 önnur ultimates, þannig að út kemur Riptide-ið. Algjörlega, early Riptide, næran ykkur. Early Riptide. Það fer niður. Graf kemur út, Trans kemur út, Skaufur farið niður, þetta er 5v6. Út kemur Coalescence. Mines á punkt. Hleyrin fellur. Sjá menn þá að báðir DPS-nir eru á hægundinu að díla með damage. Já. Himmi komið Death Blossom. Já. Sjáum hvað hann notast það. Hann sér bara á honum Stórt shatter. Hann er með blóð í augunum. Hann sér Sennin, nær honum. Haffi þarf að lifa hér. Snella kemur út á Tracerinn, er hann stóla. Aron með Þeir eru nú saman með picks og hann nær pinninu á Haffa. Þetta er stórt. Haffi heldur últinu sínu, hann reynar að þetta Soldierinn á hægrundinu. Aron er næst ykkur út en hann er tekinn af Himma. Það kemur út Soundbarrier og Narhún. Himmi Death Blossomar. Nær Mercy, ballinn er kominn aftur, hann getur lifað mjög lengi. Himmi heldur áfram að taka út Musteris leikmenn. Aron er komið með Tactical Visor, nær hann að snerta, hann er orðinn low. Hvað gerist? Hann er inn í Reinhardt. Lucian fellur. Og þeir eru ekki með healera. Hvað er að gerast hérna, Óli? Hvað er í gangi? Hvað er að gerast? Hún kemur Gravitic Flux. Næst Arjunni. Hún fellur. Himmi low. Jesús. Snella heldur áfram í til að damage. Hvað er að gerast? Þeir ná þessu. Þetta er svakalegt. Ertu ekki að grínast og þeir sleppa með 1 tick? Þetta er málið. Svakalega vel gert. Ertu ekki að grínast í mér? Þrátt fyrir hetjulega framist hjá Himma bara taka út hvern einasta leikmann bara með hvort sem var Death Blossom eða haglabyssunum sínum. En þetta kallast að stóla. Þetta var alvöru stól. Já. Og það er nefnilega málið að vera með bolta. Hann getur lifað gríðarlega lengi. Hann er svo hraður. Algjörlega. Þetta er... Haffi með Mines til þess að venda punktin ef þeir fara inn. Þetta gæti bara í rauninni orðið síðustu fight ef þeir eru lengi að hoppa inn. En við sjáum að Sakila er komin á Monkey til þess að bóla út Snelli á hægrundinu. Já, þeir ná því. Og Snella fellur. Út kemur Coalescence. Spurning hvernig Haffi ætlar að mæna punkt. Það verður eiginlega Mercy að gera það fellur. að gera það núna. Þvílíkt ult hjá Ragnarök. Hann er að Coalescence svo alveg til Narníu þarna. Það er að falla eins og peð. Twin til Fox, Valkar. Ekkert kemur Riptide kom út. Þeir þurfa að snerta hér. Þetta lítur illa út. Nærum ressinu. Ábón, þetta er risastórt dress. Hún kemur Transið. Transið þetta Nú þarf eitthvað að fara að gerast. Já. Þeir eru næst í orðinni 6 aftur á punkt. Algjörlega. Senn fellur. Himmi er að díla damage. Þetta lítur illa út fyrir Musterinn. Djöflar er að drepa allt sem er á punktunum. Haffi reynir að stóla og þeir sigla þessu heim með 15 sekundur eftir í bankanum. Þetta er svakalegt. Þetta var geggjaður leikur, Ingo. Sammála því. Ég er bara orðlaus. Ég verð að segja þetta var rosalegt. Þetta var bara þessi teamfight þarna. Henn og aftur að setja með play of the game. Sko, Hvað segirðu? Mér fannst þetta magnaður leikur og bæði lið stóðu sig gríðarlega vel. Ég segi að það sé kominn tími á viðtöl. Mér langar að heyra í mönnunum bak við skjáinn. Mönnunum og konunum auðvitað. Algjörlega. En það er því ljóst núna að Djöflar fara heim með 3-0 sigur á Musteri eftir hetjulega baráttu. Þetta var geggjaður leikur. Já, þetta er sko, niðurstaðan segir ekki alveg allt. Þetta var ekki 3-0 leikur sko, það sem við vorum að horfa á. Það var ekkert rúst, þetta var jafnt. En Djöflar bara stóðu sig gríðarlega vel
og uppskárið fyrir það. Algjörlega. Þetta eru risastór 3 stig sem þeir fá. Það verður bara að viðurkennast. Þetta hlýtur að henda djöflum hátt upp í deildina. Veit ekki alveg Já. hvað sæti en þetta er allavega bara risastórt. Risastórt. Þetta var leikur margra stóla. Þetta var frábært stól hjá báðum liðum oft og Já. miklir teamfights sem bara gátu farið hvernig sem er sko. Já, algjörlega. Þetta var jafnt. En vá, ég er bara orðlaus eftir hann Hanamura leik. Þetta var tilfinningar úr í panni. Algjörlega. Algjörlega, hlakka til að heyra í fólkinu. Það er smá pása bara, við erum að bíða eftir hérna. Herðu, hér er Sakila kominn og já, spurði ekki að meira það að segja. Sakila, hvað segirðu gott? Ég er bara í góðskapi. Nei, ekki? Jó, Til hamingju með sigurinn. Já, takk fyrir það. Þetta var gríðarlega vel spilað. Já, takk Algjörlega. fyrir það. Mér langar að spyrja, hvað var í gangi í haustum á okkur og í Team Coms þegar þetta svaka stól var í gangi hérna á seinna pointi Hanamura? Þetta var erfitt og það var erfitt Já. að taka út boltan. Þú erum með Winston sem maður getur ekki gert mikið í því og Tracer er blinkað allt. Þetta er alveg erfitt fyrir okkur en við vorum bara náðum einhvern veginn hreinst upp á endanum. Einmitt, ég er mjög ánægð með þetta Winston Switch Char út að þeir voru að díla mjög mikið damage DPS-nar á hængrutinu og þeir náðu svona að bóla þeim út þannig. Já, einmitt. Já, við bara urðum að gera eitthvað sko því að junkinn okkar var að deyja allt of snemma í öllum fætum og Einmitt. Það var mjög gaman að fylgjast með þessu, þetta var bara eitt stór fight í rauninni sko. já, þetta var rosalegt sko. Og fyrir bara hjartslátturinn á fullu sko. Ég trúi því. Eru þið búin að vera að æfa mikið? Við erum í rauninni skrimmum einu sinni í viku. Ok. Og reynum að spila eitthvað meira þess utan en þú veist, það er bara misjafnt hvað menn hafa tími. Algjörlega. Busy mans. Mér langar að biðja að velja einn MVP hjá hinu liðinu. Hjá hinu liðinu? Já. Já, sko, það er góð spurning, sko. Mér fannst alveg erfitt oft að díla við hann Aron. Já. Hann er mjög lunginn á hitskanunum og hann er frekar öflugur sko, en svo einmitt getur Hreyrim verið góður með Sen-spammið sko, maður þarf svolítið mikið að passa sig á því það er alveg mjög hættulegt. Sen getur verið alveg stórhættulegur sko með damageið sitt sko. Já, algjörlega. Einmitt, og mér langar að spyrja loka spurning, hver eru svona ykkar markmið í keppninni í ár? Fyrsta lagi hafa gaman, en auðvitað bara komast eins langt og við getum, en við erum bara að taka einn leik í einu og reyna að bæta veiklingan okkar og ég ætlum mjög ánægð með það, þú veist, á Nepal map 2, þú veist, að þá, þú veist, fara þeir bolti og, þú veist, alveg rúst okkur bara í fyrsta bardaganum og svo, þú veist, og það er eitthvað sem við hefum átt erfitt með í fortíðinni, að díla við svona bolta, en við svissum og náðum að taka pointið og heldum því svo bara og forsum þá til að svissa, sem að ég var mjög ánægður að sjá. Einmitt, það var mjög stórt. Þetta er í rauninni bara, þú veist, fyrir okkur að bæta okkur og hafa gaman og bara ógeðslega gaman að taka þátt í þessu. Algjörlega, ég er bara ánægður með mentality ykkar eftir að þið voru svolítið teknir þarna í fyrsta pointinu. Já, einmitt, þetta snýst náttúrulega bara um það. Og það byrjaði svolítið bara svona mustur í að hag, en svo bara, við yngur vorum að segja bara upp með hausinn skilju þetta og svo bara, það er eins og það væri að hlusta á okkur, bara upp með hausinn, gera það skilju. Já, þetta snýst bara um það, þú veist, þetta er svona, þetta fer bara öðru hverju megin og maður verður bara að halda áfram og við erum bara að reyna að bregðast við og gera okkar besta, sko. Þetta er frábært, þeir eru bara til hamingju með sigurinn og takk fyrir að koma til okkar í viðtal. Já, takk fyrir þetta, Sokar. Gangi sem allra best. Já, takk fyrir liðinu. Ok, sjáumst. Já, bless. Já, þetta. Og nú er kominn Hreyrim frá Musteri. Blessaður Hreyrim, hvað segirðu eftir hennar leik? Þetta var svekkjandi leikur en liðið á móti og við stóðum ykkur bæði ógeðslega vel, þannig að algjörlega. Maður verður að gefa það. Þetta 3-0 skor, mér finnst ekki alveg resembla hvernig leikinnir hefðu getað farið sko. Þetta var sérstaklega síðasta mappið, þetta var mjög vel spilað hjá okkur sko. Þið náðu helvítið langt á seinna pointinu og svo hef ég bara sjaldan séð af gott stól og þarna braundi í lokin. Já, það
við erum búin að æfa þetta komp mikið og það að við höfum skipt að því á Eichenwald var bara ekki rétta múfið ef satt skal best segja. Já, einmitt. Já, en ég meina bara, þú veist, þið læri bara af því, skilju. Það var bara vel gert, sko. Nákvæmlega. Og nýja hluti og svona. Einmitt. Mér langar að spyrja hver eru svona ykkar markmið í mótinu? Hvernig sjáu þetta fyrir ykkur? Hvað er þetta að stefna á? Við stefnum á það að núna erum við búin að fá nóg. Við erum búin að, þú veist, test the waters. Núna eftir þennan leik þá komum við sterkinn og við töpum bara ekkert fleiri leikum. Þetta er alltaf mentality sem maður vill heyra, sko. Algjörlega. Þetta er attitude, það er bara algjörlega. Mér langaði líka að biðja þig að velja MVP í andstæðingaliðinu. Andstæðingurum? Já. Ég þarf eiginlega að segja Himmi, hann var helviti sterkur á Ashenni og gerði mikinn skaða og olli okkur miklum vandræðum. Já, Ashen getur verið stórhættulegt, sérstaklega með Mercy boost, damage boost frá Mercy. Já, þannig að við pikkuðum upp á því á second point og Snella okkar, hann bara ákvað að pop off á second point. Einmitt, ég var mjög ánægður að sjá hvað bæði lið voru mjög duglega svona að hugsa aðeins dýpra og pæla hvernig þau geti brugðist við svona þegar einhver annar er að valda þeim vandræðum. Það var mjög flott og þið börðust hetjulega, unlucky og áfram musteri. Þið komum í 2-1 til næsta leiks. Nákvæmlega. Við bara tökum núna, skreim okkur á minnsta degi, komum sterkinn í næsta leik og vinnum. Let's Þetta go. er attitude. Shoutout á Hreyrim, hann er með stream sjálfur, ég mæli með að checka á því. Let's go. Það er alltaf óða skemmtilegt þar, á og til erum við með 1 og 1 bang giveaway á mystery streamunum, bara svona. Bang giveaway. Yes sir. Næsta skrima þá verður Banksterberry. Ég mæli með því followið Hreyrim og komist að þessum gjafaleik og sigrið hann. Koma svo. Vel spilað, takk fyrir að koma. Bara takk fyrir að taka mig í viðtal. Ekki málið. Gangið vel og ykkur Takk. sem lið. Takk sem leiðist, drengir. Takk. Þá er komið að lokum hjá okkur. Algjörlega. Þetta var rosalegt kvöld, ég er sveittur í stólnum. Ég veit ekki með þig, Ingóm, ég fannst þetta alveg fáránlega gaman. Og bara, þetta var geðveikt. Sammála, alltaf gaman að horfa á Quality Overwatch. Fakt. Við ætlum þá bara að fá að þakka fyrir okkur. Takk fyrir að horfa. Shoutout á höfðingja/XI. Shoutout á Mag. Shoutout á almenna bikarinn. Já, við höfum ekkert að segja en ég væri til í að fá eitt highlight intro áður en við förum á koddan af því við förum snemma að sofa. Ég segi við rúllum því bara í gang. Yes sir. Takk fyrir okkur. Takk fyrir okkur.